Guðlaug Sigurðardóttir, Gulli í Garðinum, göngugarpur mikill, gerði sér lítið fyrir og gekk tæplega 300 kílómetra í nóvembermánuði og fekk vini sína á Facebook til að heita á sig. Það gekk svona glimrandi vel og hún safnaði með vini sínum 600.000 krónum sem hún færði velferðarsjóði Suðurnesja. Þá ætla ég að færa þér, Þórunn, 600.000 krónur sem hefur komið úr þessari áheita göngu áskorun Guljar sem ég kallaði, nóvember 2020. Og ég á bara svo mikið fullt af frábærum vinum út bara all land sem hafa staðið með mér í þessu. Bæði hafa þau verið að labba með mér og svo ekki síst að leggja inn peninginn fyrir ykkur. Bara njóti vel. Kæra þakkir. Ég sé bara Guð laun. Já. Það oftu þörf en nú nauðsyn. Já. Takk fyrir. Það akkurat. Þannig að þetta 600.000 krónur sem að þú ert að færa velferðarsjóði Suðurnesja. Já, eftir þessa göngu áskorun sem að mér datt í hug svona, ég fæ stundum svona brjálæðislegar hugmyndir og ég var búin að vera, held ég ábyggilega í svona mikilli COVID-lagð í október, svona hvað var það hreyfingu. Úrið, svona snjallúrið, það sýndi varla lífsmark. Svo ég ákvað að taka aðeins til í hausnum á mér og ákvað að fara út að ganga í nóvember. Ætlaði fyrst að taka 100 kílómetra, en svo þegar að 10. nóvember var komin þá voru þessi 100 kílómetrar komnir í hús. Svo ég ákvað að gera aðeins betur og fara í áheita göngusöfnun í leiðinni og ætlaði að taka 200 kílómetra og sem sagt að biðja fólk að heita á mig fyrir velferðarsjóð Suðurnesja. Og ég búin með 280 kílómetra núna í nóvember. Náði ekki alveg 300. En vel gert að safna 600.000 krónum. Já, það bara eins og ég segi, það bara svo mikið fullt af góðu fólki í kringum mig. Þetta gerist ekki öðruvísi. Hvað varstu lengi að þessu? Ég var búin, 19. nóvember voru 200 kílómetrar búnir. Svo ég búin að slaka aðeins á eftir það. Ég held ég hafi sleppt 2 dögum en þá fekk ég líka bullandi samviskubit að hafa ekki farið út. Þórunn, velferðarsjóður Suðurnesja hefur notið góðs af ýmsum góðum verkum hérna hjá Suðurnesjamönnum að undanförnu. Já, það alveg óhætt að segja það. Við búum í einstöku samfélagi sem hefur staðið vörðum þennan sjóð í 12 ár. Hann búinn að vera í minni vörslu síðan 2013. Þetta eru 8. jólin sem ég með. Eða 8. árið, við náttúrulega útlutum allt árið, ekki eingöngu fyrir jólin. Og þetta held ég megi fullir það einstakt á landsvísu hvað Suðurnesjamenn og líknarfélög, fyrirtæki, stofnanir, einstaklingar, stéttarfélög og fleiri hafa staðið vörðum þennan sjóð og hjálpað okkur að hjálpa öðrum. Við höfum ekki getað gert það sem við gerum nema fyrir allt þetta góða fólk. Þörfin meiri núna en áður? Já, við finnum það að það að þyngjast og þarna auðvitað munað miklu þessa leiði sem ríkisstjórnin fór í þessu mikla atvinnuleysi sem hér en það að þyngjast og jólin eru stærstu mánuðirnir hjá okkur öllum sem höldum jól og það gefur auga leið að þörfin mikil og við erum náttúrulega ekki eingöngu að útluta matarkortum, við erum að greiða fyrir tómstundir barna og hjálpum til með svona ýmislegt sem til fellur en það ákveðin leið, fólk þarf að sækja og það þarf að sýna fram á hver tekjur og mánaðarleg útgjöld eru og falli það undir ákveðin viðmiðunarmörk þá fær það aðstoð. Það ekki þannig að þetta sé opinn sjóður þar sem fólk getur gengið inn og biðja pening en við höfum farið eftir sömu úthlutunarreglunum og hjálparstarf kirkjunnar og ég veit að Mæðrastyrksnefnd notar líka og við njótum traust og stuðnings og erum að sjálfsögðu ægilega þakklátt fyrir það og það mikilvægt að hafa ákveðnar reglur því það auðveldar okkur vinnuna. Þið voruð að fá sáum daginn fréttir að því að Oddfellow voru að gefa ykkur 3,1 milljónir en það var líka fleiri aðalar verið að færa ykkur þannig að eru fleiri að hugsa til ykkar núna en áður, finnst þið það? Já, við finnum alveg fyrir svona hærri tölu, við gerum það og það eru
þetta náttúrulega kannski einsdæmi þetta samantekna ráð hjá Oddfellow stúkunum á svæðinu en já, það eru svo sannarlega öll þessu góðu félög, Lionsklúbbarnir og Kiwanis og öll þessi félög hafa hugsað til okkar þessi ár og við gleymum ekki Rauða krossinum og starfsmann og stéttarfélögunum og öllum bara. Svo eru einstaklingar sem ég hef ekki hugmynd hverjir sem að leggja jafnvel mánaðarlega inn á reikningin okkar og ég veit ekkert hvað andlegt eru bak við þau nöfn en að sjálfsögðu erum við ægilega þakklát og það munar hverja krónu í svona og fátækt ekkert bara það sem við setjum á diskinn og borðum. Fátækt efnisleg og félagsleg og hún hefur áhrif á andlega líðan fólks og börn sem búa við fátækt að þau verða svolítið félagslega skert í samtölum. Sum börn kvíða fyrir að fara í skólan á haustinn af því það var spurt hvað gerðu í sumar, það var kannski ekki til neitt peningur til að gera neitt. Og sum börn þekkja það ekki að fara að fá pizza á föstudegi eða fara í bíóferð eða leikhúsferð, þannig að allt þetta er líka fátækt. Fátækt leiðir svo margt að sér og það til dæmis að koma ungmennu til mennta, að við erum að greiða skólagjöld og menntaskólagöngu á fullu fyrir börn ungmenni sem hafa haft ýmist erfitt bakland eða búa við fátækt og það besta öllu þegar maður útskrifar þau börn vegna þess að þetta er besta leiðin til að rjúfa fátækt, að mennta þessa krakka. Þetta kemur sér allt vel og gaman þegar svona einstaklingar eins og Guðlaug tekur sér til og fer að labba allt og safna peningum og þannig að það eru góður hlutir að gerast á Suðurnesjum. Já, það eru miklir kraftar í Suðurnesjum og hún nú bara einn af þessu kraftakonum sem að tekur til sín og hún húkir ekkert í sófanum, hún drífur sig upp og fær sér göngu og eins og hún sagði sjálf, hún lagar andlega hliðin í leiðinni. En það er ótrúlega kraftur í Suðurnesjamönnum og við höfum að vera stoltir Suðurnesjamenn í dag líkt og bara alla daga. Þetta er duglegt fólk sem hér býr og þetta er fólk með mjög stórt hjarta. Er það ekki eitthvað lík? Jú, ég tek undir hvert einasta orð með henni Þórunni og mér langar bara í leiðinni líka að þakka öllum sem að lögðu inn á reikninginn og tóku þátt í þessu með mér, bæði út að labba og fullt af fólki sem að ég dró með mér út að labba eða öfugt og þetta er ekki bara bundið við garðinn fólki sem að leggja inn, þetta er bara alls staðar á svæðinu, alla leið til Vestmannaeyja, þannig að þetta er bara ótrúlegt. Þegar ég byrjaði þá hugsaði að ég hlýt að eiga einhverja vini sem að geta lagt inn svona 200.000. Ég verð þá nýjast á fjölskyldunni. Svo fór þetta upp í 300, svo 400. Ok, við erum alveg að ná 500, er það ekki? Ég veit, ég var leiðilegasta gælan á samfélagsmiðlunum þessa dagana. En núna er ég rosalega glöð í hjartanu. Þennan sama dag og Guðlaug afhenti velferðarsjóði þessa upphæð færðu foreldrar hennar sjóðnum 400.000 krónur, þau Kristín Guðmundsdóttir og Sigurður Ingvarsson. Hann hefur tendrað jólaljós fyrir garðmenn í Útskálakirkjugarði í mörg ár og sett þá fjárhæð sem hann hefur tekið fyrir þá þjónustu í góðu verkefni eða til aðila á Suðurnesjum á undanförnum árum. Sem sagt, 1.000.000 krónur úr garðinum þennan dag í velferðarsjóðinn. Við segjum bara vel gert.